Komið sæl og velkomin í Kastljós. Kristilegir demókratar unnu sigur í sögulegum þingkosningum í Þýskalandi í gær og búast má við að leiðtogi flokksins Friedrich Merz verði næsti kanslari. Innan Evrópuríkja eru bundnar vonir við að sterk stjórn í Þýskalandi geti verið í lykil hlutverki við að fást við þær áskoranir sem Evrópa stendur nú frammi fyrir. Við ætlum að fara yfir þessi mál með Ragnari Hjálmarsyni, doktor í stjórnarháttum, og Halldóri Guðmundssyni, rithöfundi. En fyrst förum við til Úkraínu. 3 ár eru í dag frá innrás Rússa í Úkraínu og þjóðarleiðtogar í Evrópu fjölmenntu í tilefni þess í Kíev í morgun. Þar á meðal var Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra. Við ætlum að heyra í henni hér á eftir en við byrjum á Masúr fjölskyldunni sem við í Kastljósi kynntust fyrir ári síðan. Þau flúðu til Íslands þegar stríðið braust út og dvöldust hér í 2 ár. Þau tóku síðan ákvörðun að snúa aftur til Úkraínu. Guðrún Sóley rifjaði upp kynnin við fjölskylduna á þessum tímamótum. Anna, eiginmaður hennar Vova og dæturnar Júlíana og Jaroslava dvöldu á Íslandi í tæp 2 ár. Eftir að þau tóku þá erfiða ákvörðun að flytja frá Íslandi tóku langt ferðalag. Þau flugu til Danmerkur og keyrðu þaðan með búslóðina til Úkraínu. It was a long journey, but it was successful. Thank you. Now we're at home. Finally. Finally, yes. How is your daily life now in Ukraine? After returning Vova, my husband immediately went to an army. Uliana and Yaroslava continued to go to school and kindergarten, but Yaroslava went later. For her, it was hard to adapt here, to learn new environment, new language, because Ukrainian letters and sounds. Because at first time, she really speaks in Icelandic. She was speak Icelandic and English. Fjölskyldufaðirinn Vova gekk rakleitt í ukrainska herinn og hefur nú verið þar hermaður í tæpt ár. Vova is an officer in the army now. He serves in unnamed system forces. It's a new unit in army, and sometimes he can work in front line, and sometimes in the cities, so we can see each other sometimes. I'm a wife of a husband in the military, and responsibilities on me. So if the air alarm, Uliana can be in a bomb shelter at school with her class and teacher. But Yaroslava can be. It's very hard for her to sleep or eat in bomb shelters. So I grab her and be with her. Now I'm with children and do my best for them. Juliana, if I just ask you, how did you feel the change was? How was the change for you to move between countries from Iceland to Ukraine? So it was really hard for me because Icelandic school was easier and this school is harder than I thought, and it's just like She really missed for her school and teacher. Really, she loved, and first time she wanted to come back to Iceland. She cried sometimes and asked me, please come back to Iceland. Það ekki aðeins eiginmaður Önnu sem í hernum því faðir hennar var það líka þar til í síðasta mánuði þegar hann fór á eftirlaun. It's such a big relief for us to be together. But in your hometown, Žytomyr, what is the situation there in regards to the war? There are no safety places all over the Ukraine. Our city is near to Kiev, and we had night attack every night. In day it's easier. Once my mom called me and, I'm worried about you. Maybe you need to grab your stuff and go to Iceland again. I'm really afraid. Mom, don't worry. Stríðið setur sannarlega mark sitt á daglegt líf. Sírennur óma jafnt að nóttu sem degi og vara við loftárásum. Og heimsóknir í neðanjarðarbyrgi eiga sér reglulega stað. Russia ignoring all the rule of war, so they can bomb our school, hospital, like the city. Civilian buildings, electricity, and sometimes we can have a blackout without water or heating.
and we accept this reality, but we don't want to live in this, like school, work, army, and we have everything, but we don't have a peace. There are attacks sometimes in the nighttime. Like you said, there are alarms. How does this sort of affect your daily life? We have like a day, like a normal day of school, and when like the air alarm starts, we need to like pack our things really quickly and like grab our jackets, everything that we have, and go to the shelter. So sometimes we like skip classes because some people came to our school and they're like searching for bombs and everything. Nýjustu tíðindi frá stríðinu í Úkraínu hverfast deilur Donald Trump og Úkraínuforseta. En Trump sakar Zelenski að hafa átt frumkvæði að stríðinu, kallar hann einræðisherra og segist sjálfur einn geta komið á friði milli landanna tveggja. Recent news about Trump and Zelensky basically coming into argument. Are people around you worried? Yes, every day we don't know what the Trump say or the Europe wants. This dialogue can't be without Ukraine. Generally around you, do you feel that people have faith in Zelensky and the government and have faith that the war will end? We believe in our army, our president and government. We have a voice, and we want to that people all over the world, Europe or America, hear us. I found it very disturbing for me as a mom. I'm worried about all over the day and night. And then the future. What are your future plans? About future, Uliana. Like in future, I will grow up, and my sister will grow up. I want to move to America. She dreamed about another house, and she dreamed to visit Iceland in summer. That sounds good. But for us in Ukraine, for people in Ukraine, it's hard to have plans on tomorrow, really, because every day we can see new tragedies, new horrible things that we have around us. So our new day is a new plan to live, to believe, to calm down, to love each other. Beautiful. We hope the best for you guys. Thank you so much for taking the time to talk to me. And remember, welcome to Iceland anytime. Iceland misses you also. Thank you. Thank you. I have my little Iceland all the time with me. Really? Thank you, my Icelandic friends. In my heart, always with us. Já, nú ertu búin að sitja á fundum með þjóðarleiðtogum og forseta Úkraínu hérna í Kyiv í dag. Hvað þér efst í huga svona í lok dags? Ég held að sé efst í huga að sjá að það náttúrulega mikil samstaða í þessum hópi. Ég held að þetta hafi skipt gríðarlega miklu máli. Það eru 3 ár liðin frá þessari grimmilegu árás Rússa, en það hefur líka mikið gengið á í alþjóðamálunum á svona síðastliðnum dögum og vikum. Og hér koma skýr skilaboð samstöðu með Úkraínu. Og Ísland líka að sýna það í verki að við styðjum við Úkraínu og það skiptir máli. Og nú tilkynnt í dag að Ísland ætlar að auka framlög til Úkraínu. Hvernig sér þið fyrir þeim að þeim fjármunum verði varið? Við erum að auka stuðninginn rúma 2 milljarða. Þetta í rauninni í takt við skuldbindingar okkar, bæði út frá loforði sem við gáfum á NATO-fundi síðasta sumar, að við myndum standa við hlut okkar sem hluta allar landsframleiðslu og líka í takt við þingsályktun sem Alþingi samþykkti síðasta vor, að við myndum fylgja Norðurlöndunum að línu þó við séum ekki komin þangað upp. Ég held að skipti máli að Úkraína heyri og líka okkar bandamenn að við stöndum við skuldbindingar okkar, það stóð ekki uppalega til. En síðan verðum við auðvitað bara að sjá hvernig hlutirnir þróast. Við munum fyrst og fremst sjá þessa fjármuni fara í frekari jarðsprengjuleit og eyðingu. Þar hefur Ísland verið svona í forgrunni og dregið vagninn með Litáen og þetta gríðarlega mikilvægt verkefni og síðan danska verkefnið sem gerir Úkrænumönnum kleift að framleiða sín eigin vopn. Nú var áramót kannski svona smá bjartsýn í loftunum að það tækist á þessu ári að semja allavega stríðslok. Hvernig meturðu stöðuna núna?
Staðan viðkvæm og ég held að það finni það allir. Þetta hefur gengið á í 3 ár en núna eru miklar hreyfingar til staðar. Maður skilur alveg vilja hjá ákveðnum aðilum og stundum bara almenningi að sjá vopnahlé næstum sama á hvaða forsendum vegna þess að fólk finnst þessar blóðsúthellingar hafa gengið of langt. En það skiptir samt gríðarlega miklu máli að vopnahlé verði á réttum forsendum. Það verði á forsendum Úkraínu og það verði á þeim forsendum að Úkraína komi sterk út úr þessu ástandi. Og þess vegna skiptir máli að við styðjum núna við Úkraínu í þessar stöðu fjárhagslega og með þeim úrræðum sem þau þurfa að halda akkurat núna. Nú hefur verið svolítill titringur vegna breyttrar afstöðu stjórnvalda í Bandaríkjunum til aðstoðar við Úkraínu. Var það rætt í dag? Það var ekki sérstaklega rætt. En það liggur alveg fyrir að Evrópa í heild er orðin meðvituð hlutverk sitt þegar kemur að varnarmálum. Við höfum fylgt Norðurlöndunum og Eystrasaltslöndunum og þetta hafi verið okkar sterkustu bandamenn. Við höfum þetta líka fylgt NATO-ríkjunum þegar kemur að svona hreyfingum innan Evrópu og verðum þetta að hafa það í huga þrátt fyrir að margt af þessu sé svona hinum almenna Íslendingi fjarlægt. Þá búum við auðvitað við góða velferð og frið á Íslandi vegna sem við eigum góða bandamenn. Og þess vegna verðum við líka að taka þátt í svona aðstæðum og gera okkar. Okkar stuðningur verður aldrei risastór í tölunum einum á sér, en það tekið eftir því að við stöndum með bandamennum okkar og Úkraína eru auðvitað bandamaður. Við ætlum að fara yfir til Þýskalands. Kristilegir demókratar unnu sigur í sögulegum þingkosningum í gær og búast má við að leiðtogi flokksins Friedrich Merz verði næsti kanslari Þýskalands. Hann segist ætla að hefja stjórnarmyndunarviðræður við jafnaðarmenn í næstu viku. Og hingað eru komnir þeir Ragnar Hjálmarsson, doktor í stjórnarháttum og Halldór Guðmundsson, rithöfundur. Velkonni báðir tveir. Takk. Þið þekkið vel til málefna Þýskalands. Þú bjóst þar margra ára skeið, Ragnar, og þú ert alveg þar upp, Halldór. Ragnar, ég ætla að byrja hjá þér. Kastljósið hefur beinst að þingkosningunum í Þýskalandi undanfarið, en það ekki bara út af málefnum Þýskalands, heldur einnig eins og kom fram í máli forsætisráðherra hér áðan út af viðsnúningi hjá bandarískum stjórnvöldum og málefnum sem varða til dæmis Úkraínu. Hvaða áhrif hafa niðurstöður þessa kosninga á Evrópu? Já, það oft sagt að ef Þýskaland hnerrar þá veikist Evrópa og það mjög ánægjulegt að sjá að niðurstöðu kosningarnar að það virðist vera tveggja-flokkastjórn virðist vera möguleg. Og það sem að þarf núna í Þýskalandi mjög sterk stjórn og það sem að hefur kannski háð honum Olaf Scholz að hann var ekki góður evrópskur pólitíkus. Hann fór ekki fyrir neinum stórum verkefnum, hann átti ekki marga vini á alþjóðasviðinu. Þannig að vonin núna að það komi sterkari forysta í Berlín til þess að knýja bæði breytingar í Þýskalandi en líka þær breytingar sem þarf að gangast í Evrópu. Þegar við sjáum flekaskilin hreyfast í alþjóðastjórnmálum eins og við sjáum það núna þessi dagurinn. Og hefur fólk trú á Merz? Hvað var þessi mál? Ég held að það sé nú svolítið bara eftir því hvar í flokki þú stendur. Það hefur nú verið svolítið sagt með Merz að hann hann skapaður af þessari pólitík sem var í Vestur-Þýskalandi á 8. og 9. áratugnum og fólk vinstra megin vill meina að hann sé kannski frekar mikil risaðila, ekki með margar nýja hugmyndir en aftur á móti þá sérstaklega hann hefur lagt áherslu á þýsk efnahagsmál og þýskur efnahagur hefur í raun og veru staðnaður í síðustu 5 ár, neikvæður vöxtur síðustu 2 ár og það þarf virkilega að taka til hendinni þar og Merz segist vera með plan. Halldór, hvað telur þú að niðurstöður kosninganna segja okkur? Þetta auðvitað rétt að það óhjákvæmilegar dálítið. Það að segja eftir þetta fór svona þá ljóst að Merz verður kanslari og það ljóst að hann verður að mynda stjórn með krötum. Sósíaldemókratar hafa engan áhuga á að fara inn í þessa stjórn af því þeir hafa náttúrulega líka verið mjög mikið við völd að undanförnu og síðasta stjórn var mjög óvinsæl. Þeir biðu sögulegan ósigur. Sósíaldemókratar í Vestur-Þýskalandi þeir hafa aldrei fengið svona lítið fylgi. Þannig að við erum að sitja uppi með eitthvað sem við verðum bara að vona að rætist úr. En hvað tekur það við ef þeir hafa ekki áhuga að fara í... Já, þessi tveggja-flokkastjórn mun taka við. En það sem verður flókið fyrir þá til dæmis þetta að þeir þurfa að breyta henni svokölluðu skuldabremsu. Schuldenbremse sem Þjóðverjar
telja, sem eiginlega stjórnarskrárdómstóllinn setti á þá. Þeir mega ekki skuldsetja ríkið svo sem mikið í viðbót, þessi 0,35% af þjóðarframleiðslu, einhvers svona tala. Og þetta verða þeir að losna við ef þeir til dæmis ætla að styrkja sig gagnvart Úkraínu eða setja meiri útgjöld í varnir. Og til þess að ná þessu, þá þurfa þeir 2/3 meirihluta á þingi. Þá þurfa þeir að hafa Die Linke með sér, vinstriflokkinn, og hann alveg til í að afnema þessa skuldabremsu, en alls ekki fyrir hergagn. Þannig að menn eru í mjög þröngri stöðu sem þeir verða samt að spila mjög hratt úr. Og það rétt sem þú sagði svolítið í kynningunni að Þjóðverjar hafa alltaf neitað að taka þá stöðu sem Evrópa hefur vænst af þeim. En sjáu þið fram á að það verði þá þetta miklu breytingar og að þeir munur breyta svona til að spila með Evrópu meira? Ég held að sé alveg óhjákvæmilegt eftir þess að þróun í Bandaríkjunum að þeir geri það Þjóðverjar með einhverjum hætti, en við verðum líka átt okkur á því að þetta eru rosalega breytingar sem hafa gengið á þann í Þýskalandi og eru dálítið undanfarið þessara kosninga. COVID var nú kannski ekki hentug neinum, en hún var sérlega óhentug Þjóðverjum. Það sem alltaf hefur verið mjög öfgafull staða milli hlýðni við yfirvöld og svo uppreisnargirni, og síðan kemur stríð í næsta nágrenni við þá sem þeir hafa aldrei vænst að fá aftur yfir sig. Hagvöxturinn er hættur í bili, í kringum 0, og þá geti ekki einu svona lestin að gengi á réttum tíma. Og þetta náttúrulega bara áfall fyrir Þjóðverja og fyrir almenning í Þýskalandi. Það orðið dýrar að lifa og það orðið erfiðara og menn vita ekki hvert stefnir, og þess vegna náttúrulega kýs fólk AfD frekar að móti kerfinu heldur en með þeim, þessum flokki sem greinilega hefur hálffasísk element. Þannig að niðurstöðu kosningarnar eru svolítið að sýna að fólk í Þýskalandi það vill fá breytingar og Merz hefur talað fyrir miklum breytingum. En hverju eru þessi tveir flokkar saman í raun að fara að breyta? Ég meina, verkefni Þýskalands eru ansi mörg og það má segja að klemma Þýskalands líka klemma Evrópu. Fyrst ber að nefna efnahagsmálin, að eins og Halldór var að segja, hagvöxtur í Þýskalandi mjög lítill. Efnahagsmódelið ekki mjög sjálfbært. Það gengur út á því að selja hátækni iðnaðarvörur til Kína sem að Kína nú þegar að framleiða. Og í Evrópu þá hefur ekki verið aukning í verðmætasköpun mjög lengi, eins og Draghi skýrslan bendir á. Þú ert með innflytjendamálin sem stór póstur og eru erfið bæði í Þýskalandi og líka í Evrópu, reynir mjög á stjórnmálin. Síðan ertu náttúrulega með öryggis- og varnarmálin að Evrópa og Þjóðverjar þurfa að hervæðast. Evrópa hefur svokallað soft power, við erum aðlaðandi hvað varðar viðskiptalega og menningarlega, en við erum ekki með þetta hard power sem að þarf. Og síðan líka svona, hvað maður segja, það ákveðin svona sjálfsmyndakrísa bæði í Þýskalandi og í Evrópu. Hvað varðar Þýskaland þá það að það sé komið hálffasískur flokkur sé að fá 20%, það sker inn að beini í þýskri þjóðarsál og þessi endurminningakúltúr þeirra, hvernig þau sjá sig. Og fyrir Evrópa þarf að átta sig á að við erum að færast inn í multipólar heim, þar sem allir hinir stóru pólarnir eru annarkvort andlýðræðislegir eða einhvern veginn svona hálflýðræðislegir, og Evrópa orðin svona kyndilberi lýðræðis. En síðan má náttúrulega líka segja að þetta einhverju atburðir sem hérna á Íslandi, þá hugsaum við að þetta séu atburðir sem gerast einhvers staðar annars staðar. En þetta, þegar við lítum á þetta, þegar við lítum á eins og með efnahagsmálum, við erum hérna með efnahagskerfi hér á Íslandi sem gengur út á það að fá inn vinnuafl sem lítt menntað, og hagvaxtaraukningin hefur verið í túrismannum sem með litla verðmætasköpun með aðra atvinnugeira. Innflytjendamálin hafa reynst okkur erfið, við erum með hæsta vöxt innflytjenda af öllum OECD-löndunum og það hefur skapað skautun hér og mun halda áfram að skapa skautun. Varnarmálin, og ég hjó eftir því, það sem að Friedrich Merz sagði, sem að ég held að ætti að vekja fólk alvarlega til af svefni hér á Íslandi, að hann segir strax eftir kosningarnar að Evrópa þurfi strategískt sjálfstæði frá Bandaríkjunum og þar að auki að NATO í núverandi mynd verði mögulega ekki til staðar í sumar.
og þetta eru sko þeir 2 póstar sem að við tryggjum okkar öryggis- og varnarmál á. Þannig að þegar verðandi kanslari Þýskalands að segja svona hluti þá þurfum við að hlusta. Og síðan það sjálfsmyndin, að við höfum þessa ákveðna mynd af okkur sem, hlutlaus, friðsöm, herlaus þjóð langt frá víða slóð. Það stenst ekki skoðun. Við erum ekki hlutlaus, við höfum farið í stríð í Írak, Afganistan, Bosníu, Líbíu á síðustu árum og hér hafa hermenn bandar okkar stöðuga viðvöru. Þannig að við, að það sem við vil koma hérna til skila að við þurfum svolítið að vakna hérna. Það líka klemma okkar á Íslandi. Þetta náttúrulega mörg sömu málin sem alltaf hefur verið að ræða og svo það sem lofar ekki góðu fyrir framtíðina, þó eins og ég segi, menn verða að taka sér þarna stöðu í þessum gerbreytta heimi. Það til dæmis hvernig umræðan var fyrir kosningar. Þegar AfD tekst að láta allt snúast innflytjendamál, auðvitað vita allir að ríki verða að geta ráðið sínum landamærum, en hún var komin út úr öllu kortinu, en þess að hagkerfi Þýskalands myndi hrynja ef menn hættu að hleypa fólkin í landið. Innflytjendur þar, staðan sú, ef menn lokuðu landamærum núna alveg, segjum í hálfa öld, þá myndi Þjóðverjum fækka úr 83 milljónum í 60 og þessar 60 væri mjög gamlar. Þannig að rétt eins og við, þá byggist hagkerfið á því að fólk flytji til landsins og enginn viti voru þýskur stjórnmálamaður myndi breyta því. En AfD eins og þú segir, þeir bættu þarna rosalega við sig fylgi, fengu nærri 20%. Hvernig verður hægt að snúa þessari þróun við núna á næstu árum? Já, það get ég ekki sagt en ég held að þetta sé eins og Ragnar segir, það verður náttúrulega að ráðast af því að þessi stjórn sýni ákveðin myndugleika. Og svona frómt frá sagt þá Merz svona gamaldags íhaldskall og ég sé þetta ekki alveg fyrir mér hvernig, það veit enginn til dæmis hver mun leiða sósíaldemókrata inn í þessa stjórn og þetta svona þvingað hjónaband þar sem maður verður bara treysta á að, svolítið eins og þú sagðir áðan, að sko vekjara klukkan hringi. En eru þið bjartsýnir fyrir að þetta muni ganga samt sem áður vel? Þessar stjórnarmyndunarviðræður og þessi stjórn þá þegar að því kemur? Ég held þetta eftir að taka svolítið á. Það pressa, það krísa, það á eftir að fá fólk til þess að fókusera. En mér líka umhugað hvernig við á Íslandi bregðumst við þessu. Að ég hjó eftir því að Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra sagði í panel á öryggisráðstefnunni í München að hvað varðandi aðild okkar að hefja aftur viðræður mögulega við Evrópusambandið, að það þyrfti að eiga sér hér stígandi umræða sem að snerist okkar sjálfsmynd, við hverja við viljum versla og með hverjum við deilum gildum og ég held að það sé alveg rétt hjá henni en ég held að við þurfum líka að fara að ræða það, eigum við að halda þessa þjóðaratkvæðagreiðslu eftir 2 ár, eigum við að fara að halda hana meðfram sveitarfélagskosningunum eftir 15 mánuði eða þurfum við kannski aðeins að fara að gefa í. Sama á við varnarmálastefnuna sem núna verið að semja í utanríkisráðuneytinu. Ég held að það sé mjög mikilvægt að stjórnvöld haldi okkur almenningi svolítið upplýstum þeirra þangagang og hvað þeir að hugsa og hver helstu álitamálin eru svo að þegar hún kemur að jarðvegurinn sé undirbúinn og við getum farið í þá umræðu. Þannig að eins og ég segi, það miklar flekarhreyfingar í alþjóðastjórnmálum og ég meina það mjög jákvætt að það komin sterk stjórn í Þýskalandi, vonandi að það sé að myndast. Svo eftir að sjá það, en það ekki nokkur vafi í mínum huga með þessar risabreitingar sem að gerast, að við eigum að taka okkur stöðu með Evrópu og til þess að geta gert það þurfum við sterk tengsl við Þýskaland, skiptir bara miklu máli. Og svo að því þú spyrir bjartsýni, svartsýni, þá náttúrulega, ef maður leyfir sér ekki einhverja bjartsýni, þá getur maður bara að loka sjoppinni. Þannig að ég vona nú að þetta þróist á þann hátt að Evrópa nái betur saman og Pútín verður líka vísað til föðurhúsina, sem má segja. Við höfum þetta loka orðin hér í kvöld. Takk fyrir að koma í Kastljós, Ragnar og Halldór. Við kveðjum að sinni, það ekki Kastljós annað kvöld en þá verður torgið á dagskrá sem umfjöllunarefnið sjálfsagt. Hún alltaf hinu góða eða getur hún gengið of langt? Kastljós verður aftur á sínum stað á miðvikudag, þangað til þá verðið sæl.